Takk fyrir þetta. Ég ætla að byrja bara á að segja hverju tilurinn á því ég ætla að fara yfir gögn, þetta eru kannanir sem eru gerðar mestar eiginlega allar af Gallup og tilurinn þannig að sjóðurinn var 67 ára í fyrra, 2023 og við hugsaum bara, nú erum við ára 67 og hvað þýðir þessi tala? Af því að hún á sér enga stoð í kjarasamningum, viti. Það ekki þannig að kjarasamningar gera ráð fyrir því að þú hætt á almennu vinnumarkaði 67 ára. Heldur eitthvað svona tala sem notuð til viðmiðunar, stundum hún hærri hjá öðrum sjóðum, svona heilt yfir í lífeyrissjóðum, þetta viðmiðunartala til þess að reikna út lífeyri. Og eins og Þóri talaði þú getur flýtt, þá ertu aðeins að breyta upp að henni svo fær mánuðarlega, annarkvort í mínus eða plús, ef þú frestar eða flýtir. Þannig að við hugsaum hvað ætli fólk, hvað þýðir sér tala í hugum fólks, 67 ára. Þannig að við lögðum að stað og gerðum svona ákveðna könnun og flest gögnin eru úr þeirri könnun. Svo erum við aðra könnun og fyrir þá sem eru ofboðslega áhugasamir tölfræðina og hvernig þetta var gert, þá geymdi ég það bara það síðasta glæran. Þannig þá sjáum við það, varðandi svarhlutfall og annað. En það síðan annað, þetta kveikti líka svolítið í að því að þetta kom til umræðu og tengilegur okkar hjá Gallup, hann sagði okkur það að hann var aldrei jafn spenntur eins og þegar hann var 50 ára og fekk lífeyrisyfirlitið. Því þá allt innu byrjaði hann líka að sjá, hann fór að nálgast einhvern aldur, við köllum þetta svolítið að vera komin í hálfleik, þú ert komin kannski í hálfleik á atvinnumarkaðnum og hann fór að sjá líka svona tölurnar, vaksa, þannig að hann sagði ég var svo spenntur, að horfa á þetta og ég skoðaði yfirlitið svo vel. Þannig að hann fór af stað og gerði sérstaka könnun líka til þess að bara mappa upp ferðalag fólks sem fer á lífeyri, hvernig eru tilfinningarnar, fólk undirbúið, þetta fullt tilökunar og hvernig bara lítur þetta út og það líka svona önnur gögn sem ég með og það sú könnun sem skoða ferðalag fólks á aldrinum 60 til 75 ára. Þannig ég ætla svona bara að leggja fram nokkra spurningar og við ætlum að kanna hvað segir fólki í landinu. Það bara þannig að það vilja allir vinna sér lengst? Fólk að nýta sér sveigjanleikann, þekkir það sveigjanleikann og það að nýta sér hann? Eitthvað svona aldursmunir, kynslóðamunir á sjónarmiðum, hvernig við ætlum að gera þetta? Svo líka þessi góða spurning, að veita þeim sem bara ljúka sinni starfsævi viðeigandi upplýsingar og stuðning og hver á að gera það? Eiga lífeyrissjóðirnir að gera, á atvinnurekandi að gera, þetta bara upp á einstaklinginn sjálfan að afla sér svo upplýsinga, hvernig var snúa okkur í þessu? Hrikalega áhugaverð líka niðurstöðvarandi hvort að við sem atvinnurekendur að taka samtalið, við að taka samtalið? Þorsteinn nefndi að það var allt og seint 60 ára, við erum sammála því, þetta eru hlutir eins og Snædís til forsjáum, að það þarf að taka þetta og líka sá boðskapur sem við erum alltaf að segja auðvitað að taka þetta fullu tilhlökkunar því við erum að tala um sjóði og peninga sem átt og ætlar að vera ráðstafa og hanna. Og svo svona áleitin spurning í lokin og þetta kannski meira svona fyrir okkur öll að hugsa ef þetta allt saman að breytast, ef það svona mikill sveigjanleiki og það söfnun og við sem að haga þessu með alls konar hætti, eru þá til störfin á atvinnumarkaðnum til þess að mæta því sem koma skal. Þannig þetta svona spurningarnar sem við ætlum að renna í gegnum og hvort að gögnin sé að svara þessu fyrir okkur. Fyrsta spurningin vilja allir vinna sér lengst? Og það ekki svolítið umræðan? Við erum að lifa lengur og við erum ekki bara að lifa lengur, heldur við að lifa lengur við betri heilsu og það bara mjög mikilvægt að átta sig á því. Og við heyrum kannski og umræðan litast í dag, það við svolítið búin að nefna það stundum neikvæður tónn. Og mögulega það þær kynslóðir sem eru á lífeyri í dag og hafa ekki verið í fullmótuðu kerfi sem eru að upplifa einhvers konar óréttlæti eða finnst kannski ekki vel að málum staði í sínum málaflokki. Við sjáum það líka bara núna í kosningabaráttunni, það eru flokkar sem eru að berjast fyrir málefni aldraða, þannig að þetta heitt málefni. En fólkið kannski ekki alveg að svara þessu með þessum hætti. Þetta bara könnun gerð á viðhorfahóp Gallup, hann 18 ára eldri. Og þetta fólk sem ekki byrja að taka lífeyri. Og það spurt, hvenær langar þig að hætta að vinna og fara eftirlaun ef þú gæti valið? Það kemur okkur ekki óvart að sjá 65 og 67. Við sjáum það bara hjá Lífeyrissjóður Vestlandsins sem tiltölulega stór lífeyrissjóður. Við horfum á svona, við köllum þetta turna. Fólk mikið að fara að hefja lífeyri 65 ára og þetta svona 65 ára, 67 ára og svo einhverja leifar svona þriðji minnsti turna kannski 70 ára. En það kemur á óvart að sjá þarna í þessum tölum að það 8% sem segir yngri en 58 ára. Það svolítið ungtið það ekki. 22% sem horfir á þetta, þú veitir, 58-62, það svona að horfa á þannig að þetta rosa stór hluti þarna sem segist bara 62 ára ég farin. Þá ætlum ég bara að vera farin af þessu vinnumarkaði og gera eitthvað allt annað.
Auðvitað var það þannig að þegar þú horfir í gögnin þá að því eldri sem svararnir eru, því svona líklegir voru að vilja vinna lengur. Þannig að þú ert ungur og þú ert kröftur og ætlar að stoppa kannski svolítið stutt við. Síðan kemur, við könnumst alls við þetta, það ekki? Já. Síðan var þetta hrikalega skemmtileg spurning og þá sjáum við hvernig myndin algjörlega snýst við og þetta svo áhugavert. Bara hvenær telur þú að sé líklegt að þú muni hefja þín eftirlaun miðað við þinn sparnað, réttindi og aðstæður. Þá snýst þetta alveg við. Það bara snýst við að þeir sem eru, þannig að þá núna sjáum við að 70 ára súlan, 67 ára súlan, hún næstu í horfin yngri en 58. Þannig að þarna líka áhugavert að horfa á að þeir sem yngri eru, sem koma inn í markaðin, eða koma inn í kerfi sem fullmótað og eru með alltaf 22% söfnuð, þau eru samt að horfa á það er kannski ekki bara raunhæft. Það er kannski ekki raunhæft að draumur minn að hætta eitthvað fyrir 62 ára geti ræst, af því að ég næ kannski ekki að safna meiru. Og það er mjög áhugavert að horfa á þetta og skoða, er fólk ekki búið að skoða sín réttindi mögulega, er það umræðin sem að lita, þannig að þegar við berum þetta saman, að þá sjáum við það að 2 af hverjum 3 langar að hætta fyrir 65, en það er bara 1 af hverjum 3 sem til að raunhæft. Og þetta eitthvað sem við náttúrulega hjá lífeyrissjóðnum erum alltaf líka að passa, við erum að miðla þessum upplýsingum og passa við sem að fræða fólk og það skilji réttindasöfnuna sína og sveigjanleikann í kerfinu. En þetta sko hrikalega gaman að sjá þetta og það sem er líka áhugavert að horfa er að þessi spurning, Maskín, þetta svona ný, hann tala frá Maskínu sem hún sendi okkur, eða Prósent fyrir ekki, Prósent sendi okkur þessa niðurstöðu, þau spurðu bara hvort að fólk var jákvætt eða neikvætt með því að hækka eftirlaunaaldur og aftur horfa á þetta hvað er eftirlaunaaldur af því að hann er alls konar. Kerfi býður upp á svo mikla möguleika og svo erum við líka með, auðvitað þekkjum það í opinbera geiranum, þá berða að hætta það ekki 70 ára, það mismundi hjá líka sem starfstéttum, þá þarf það að hætta fyrir, flugmenn þurfa að hætta held ég 65 ára hvað þeir, þannig þetta er svona misjafnt, en heilt yfir á almennu vinnumarkaði, þá er talan svona svolítið upp á þig settan í samvinnu við þinn atvinnurekanda, myndi ég segja heilt yfir. En þarna sjáum við bara að fólk er neikvætt. Við erum að lifa lengur, við erum miklu hressari á efri árum, en við erum neikvæð í það að hækka, að vinna lengur. Þannig að þetta er mjög áhugavert að sjá þessa 2 þætti. Síðan kemur spurning og þá er verið að spyrja, hvað heldur að myndi henta þér? Þannig að við erum búin að sjá þarna að 2/3 vilja hætta fyrir 65 og þegar þessi spurning kemur, hvað myndi henta þér? Þá segir fólk þetta fyrir sér að það kannski geta að fara að hætta alveg. Og þetta er ótrúlega, og þetta er líka sem spurning sem við þurfum að velta fyrir okkur á vinnumarkaði. Hvernig störf ætlum að bjóða í framtíðinni? Að því við horfum á það að fólk vil eiga kosta að vinna þegar það vil. Það vil líka fá lífeyrisgreiðslur. Þannig að fólk er að taka sveigjanleikann algjörlega og nýta hann og ætlar að horfa á og reyna að hanna. Og við köllum í dag er þetta orðið svo þroskað, við köllum þetta 3. æviskeiðið. Þetta er bara, og við erum farin að hanna það. Þetta er 3. æviskeiðið, við erum búin að safna okkur verulega fyrir því og við erum farin að segja, já, ég vil svona bara vera flex þarna. Og þannig að það er, og þessi tala aðeins 21 vil bara hætta alveg að vinna. Það er líka hrikalega áhugavert að sjá. Síðan ef við spyrjum varðandi undirbúning og þá er aðrar svona sláandi tölur að horfa á. Þessar tölur eru þá að fá fólki sem eru á aldrinu 60 til 75. Hinar tölurna var landið 18 ára og eldri. Hérna erum við komið með hóp sem er alveg farin að nálgast eitthvað svona aldur eða farin að skoða sín mál og hérna verið að kortleggja þessar tilfinningar. Flestir skoða bara peningin. Það horfir bara á greiðslurnar. Við spurjum síðan hvort að fólk sé fara að hugsa aðra þætti, auðvitað hefur húsnæðismál, ertu á leigumarkaði, ertu ennþá að greiða af íbúðaláni eða ertu í skulda sig eign, þetta hefur allt gríðarlega mikil áhrif á fjárhagsþáttinn. En það er bara 1/3 sem er að skoða þessa þætti sem hafa líka áhrif á gæði þessa árað, gæði 3. æviskeiðsins. Hún er ekki bara þessar mánaðarlega greiðslur, hún snýr félagslega þáttinn, það eru margar rannsóknir og þegar við örugglega öll heyrt Blue Zone rannsóknir sem sýna það
að það að vera félagslega virkur, að hafa tilgang, eiga í samskiptum fólk, það eykur þín lífsgæði. Þannig að það bara 1/3 sem aðeins að horfa á þessa þætti. Hvert stend ég félagslega, hvernig bara lýðheilsa mín, andleg heilsa, þið veitu og þessi þættir. Þannig að það eitthvað sem ég held að við öll ættum að taka til okkar líka og huga að þegar við erum að horfa á hana þátt. Og svo það að 63% segjast bara að treysta sér illa. Þau eru bara óörugg. Þú veist, og það getur verið svo margir þættir en það oft talað að kerfið sé svo flókið og auðvitað okkar þá að gera það ekki svona flókið. En þetta rosalega hátala að á aldrinu, fólk á aldrinu 60 til 75 ára segja bara ég treysti mér illa til þess að byrja að skoða þessi mál og reyna að taka einhver ákvarðanir. Hérna kemur aftur, veist, eru við að hlakka til eða eru við kvíðin? Og sem betur fer hérna hátt í helmingur sem segist bara að það hlakkaði til. Þannig að það horfir á með tilhuggun á 3. æviskeiðið. En það samt sem áður, þarna svolítið stór hluti sem sem ég hátt í 19% sem segist bara að vera kvíðin. Kvíðin fyrir að fara inn á þetta æviskeið. Kvíðin fyrir eitthvað meina þessi slit eigi sér stað. Og svo ótrúlega áhugavert að sjá það að þeir sem hefja töku lífeyris á aldrinum 60 til 63 ára, þannig að þetta fólk sem þarna sem aldri, sem eru byrjaðir að taka, að þeir eru mest kvíðnastir, því að þeir eru þá kannski aðeins að brjótast gegnum einhverju normi sem 67 ára, hvað sem normið Þannig að þar liggur eitthvað með kvíðin mest fyrir. Síðan nú að smá bjartina framöndan, að þegar við sjáum raunina, að þegar fólk búið að taka ákvörðuna, þetta bara hópur sem búin komin að lífeyri, og fólk búið að taka ákvörðuna og komið að þá upplifa flesti sem bara ég tók rétt ákvörðun, þetta var bara gott. Þannig að kvíðin eitthvað þar sem við getum þá sérstaklega eins og á vinnustöðum hjálpa fólki með, að því að þegar fólki komið yfir þetta og komið á annan stað, að þá finnum það að það tók rétt ákvörðun. 6% samsum áður telja sig hafa tekið ranga ákvörðun, og hérna sjáum við líka bara svolítið svart og hvít, að því þetta fólk sem komið á lífeyri, fólk sem byrjað að taka. Það getur líka verið á vinnumarkaði, það ekki útilokað, en þetta samt sem fólk sem byrjað að taka úr sínu lífeyrissjóði, að þá það að 29% yngri en 65 ára. Og 15% eru þá eldri. Þannig að við sjáum að það fólk að nýta sveigjanleikann og fólk að draga á. Og eins og sömu nefndi að þú kannski komið líka með séreignarsparnaðinn, og hann eykur sveigjanleikann svo munar, að því þar ertu með eins og bankabók, þú getur bara dregið á þetta vild, hvenær þið hentar og svo framvegis. Og það áhugavert að því að Þórinn myndist á rannsókn eða meistraritgerð sem var gerð, og það var verið að sýna fram, og þetta gögn sem tekin úr frá skattinum. Þannig að þetta fólk sem fekk launatekjur árið eftir að koma á lífeyris. Þannig það mælingin. Þannig þetta bara Íslendingar, skatturinn. Og trendið, að fólk, varðandi hvenær fólk byrjar að taka lífeyrir, byrja að lækka löngu fyrir hrun. Þannig að þetta næst, já, þannig að ef hrun 2007-2008, það löngu fyrir það sem fólk bara að byrja fyrr að hætta að vinna, byrja fyrr að taka lífeyrir. Og það mjög áhugavert að sjá, af því að við erum alltaf að tala að við lifum lengur og við viljum vinna sem lengst. Þannig að fólki virðist vera að haga þessu öðruvísi. Síðan erum við að taka samtali við okkar starfsfólk í tíma starfslok, og ég hrikalega spennt að heyra reynslusögurnar. Það verður gaman að sjá hvað við erum hér og svo reynslusögurnar frá stórum vinnustöðum og hvernig þetta að þróast þar og hvernig þetta samtalið tekið. En við spurðum í okkar könnun þegar við vorum með fólki í landinu, þá spurjum við bara hvort að það sé starfslokasafnið, hvernig hvað fullyrðing myndi lýsa best. Og þarna bara kennir ýmsa grasa, þannig að það eru margir sem segja að það engin starfslokastefna, og auðvitað vitum það, mögulega náttúrulega kannski starfslokastefna þó að fólk sé ekki upplýst það, en samt sem áður að það stór hluti. Og síðan þegar við tölum sveigjanleikann, þá það starfslokastefna að gera ráð fyrir að hægt sé að minnka við sig starfshlutfall, þetta sveigjanleiki, það bara eitthvað 5% sem segja að það sé til á sínum vinnustað. Starfslokastefna hvetur þess að unnið sé sem lengst 4%, þannig að við sjáum núna bara í viðhorfi fólks varðandi vinnustaðinn sinn og varðandi starfslok,
að þá ekki mikið sveigjanleika þarna. Fólk ekki að upplifa að sé til einhver sveigjanleiki til þess að vinna þessu. Hérna koma tvær ólíka kannanir sem svolítið áhugavert af því að varðandi upplýsingagjöf og fræðslu. Það bara hvernig á fólk að snúa sér þegar kemur að lífeyrismálum. Hvert leita það? Sem betur fyrir margir sem hafa bara samband við lífeyrissjóð, vitið, og skoða svæði sín. Það miklar góður upplýsingagjöfur inn hjá öllum lífeyrissjóðum. Svo náttúrulega lífeyrisskáttin sem tekur saman næstu því alla myndina fyrir utan kannski séreignarsparnaðinn. En Landssamtökin létu gera könnun og spurði bara hvar vill fólk fá þessu upplýsingar, hvar vill að fá aðstofana. Og það alveg skýrt og það vill bara fá það á vinnustaðnum. Það treystir best sínum atvinnurekanda að halda þessa fræðslu og vera með þessa kynningu. Og þannig að þið sjáu það. Þannig að fólk vill fá þetta eins og í skólum. Þetta það sem bæði Landssamtökin í samvinnu við fjármálavit að reyna að koma að þessi fjármálafræðsla inn í námsdagskrána til þess að auka það. Því auðvitað hefur það líka áhrif á kvíða og tilhökkun og undirbúning að fólk sé með gott fjármálalæsi. Að þetta eftir allt saman þinn framfærsla seinna meir. Aftur líka hérna hvernig þessu háttað. 8% segir að því var látið hætta. Það var gert að hætta og þarna getur verið margar ástæður. Það getur verið stéttin, starfsstéttin. Það getur verið líka bara stefnan þannig, hvernig sem En það hérna samt sem áður og aftur að sveigjanleikunum, það helmingur sem hættir ekki alveg. Og þetta svo áhugavert varðandi störfin af því að ég þykist ekki að flesti vinnustæðir ekki með mörg hlutastörf. Þannig að þetta alveg ótrúlega áhugavert og sérstaklega í ljósi þess að við horfum á kynslóðir. Að nú sáum við það að þeir sem yngri voru, þeir svona horfa til þess að þau vildu ekki vinna mjög lengi. Þegar þessi hópur, þessa kynslóð fara að eldast og fara að sjá að þau með töluverða söfnun og þau standa töluvert vel. Að þá held ég að vinnumarkaðurinn líka þar svolítið að breytast og hvernig hann haga sig varðandi hvernig við höldum í. Af því að hérna, eins og Snædís sagði, við þurfum þessa hendur til þess að hjálpa þessu samfélagi að þrífast. Þannig að þetta svona hugvekja hvað það varðar. Síðan var ég ofboðslega ánægð að heyra hérna frá Þorsteini talað að við ættum að tala lífeyrismál strax og það ráðningarsamband. Og ég held að það sem við höfum líka verið að benda á að það náttúrulega þessi séreignarsparnaður, þar þarf fólk að sækja Og við vitum hvernig þetta bara stundum eftir að skiptuvinnu, maður heldur maður sé í öruggum höndum, maður heldur allt rúlli áfram. Svo margt fólk eins og ég sem skoðar aldrei launaseðilinn, bara einu sinni, allt eins og svo bara lifir maður í þessu trausti og þessi peningar koma bara inn. Það raun eftirlitið sem ég veiti, hvort að hann sé inn eða ekki. Þannig að það mikilvægt líka og svona skylda atvinnurekans að kanna það, þú veist, varstu með séreignarsparnað, við þurfum að passa að hann fylgi með eða ætlar ekki að fara og við erum að horfa á það í dag að það við höfum haldið að það væri sko á atvinnumarkaðinum að það væri hægt í 100% þeirra sem var að nýta sér séreignarsparnaðinn, en það bara eitthvað nýjastu tölur sína eitthvað 60%. Og mjög sorgleg þróun líka sem við sjáum að þegar fólk byrjar að taka út lífeyrir, eða kannski að taka út hálfana, þá hætti það í séreignarsparnaði. Þegar í raun þetta bara gegnumstreymi, því að þú ert á 60 ára og ert á vinnumarkaði og getur haldið áfram í séreignarsparnaðinn og bara tekið út jafnóðum 100% ávöxtun. Þannig að þetta líka svona hluti af held ég þegar við erum að taka starfslokasamtalið að passa að fólk sé að halda áfram, ekki að bara búa til einhver skil. En það svo margt varðandi lífeyrissparnað sem svona tímamóta tengt, það fyrsta vinnan og fólk skilji sparnaðan og skilji hlunnindin sem atvinnurekendur að gera. Þetta 11,5% sem fer í skilduna og svo 2% skilji í viðbót og þetta alveg ofboðslega verðmætt hlunnindi. Og við þekkjum það oft íþróttastyrkir sem sem eru hlunnind á vinnustöðum og það lagt mikið upp úr fræðslu varðandi svefngæði og andlega heilsu og þetta. En hvað bara með fræðsluna varðandi stærstu hlunnindi sem gefið og það lífeyrismál. Og lífeyrismál það alls konar námskeið og fleira sem hægt að halda og þetta ekki bara við starfslok. Þetta bara ungur á lífeyrismarkaði. Þið veit, það alls konar hluti sem gerast á æviskeiðinu sem bara fjölskyldan stækkar. Ég með nægilega tryggingar? Hvaða tryggingu fæ ég úr mínu lífeyrissparnaði? Þessi áfallavernd. Var ég fyrir makamissi? Eru fjölskyldaðistur að breytast? Skilnaður? Hvernig ætlum við að horfa á réttindi þar?
Þannig að það eru margir þættir sem þessi hlunnindi að veita. Og þannig að við hérna bara svona dæmi þetta, það að breyta vinnu, koma nýri vinnu og ég held að sé miklu fleiri tækifæri í að stíga inn og fylgja þessum hlunnindum eftir inn á vinnumarkaðnum heldur en við erum að gera kannski öllu jafna. Ég ætla ekki að dæma, það eru örugglega einhverju vinnustæðir sem gerir þetta rosalega vel, en svona heilt yfir held ég sé miklu fleiri tækifæri í að sýna þessu. Og þá koma glæri sem kannski margir að biðja eftir, en þetta hvaðan koma gögnin. En það bara, ég held að eina sem ég ætla að segja hér að þetta náttúrulega gert að fagfólki og það gott svarhlutfall og það má treysta þessum tölum. Og þar með ætla ég bara að fá að ljúka mínu máli. Takk fyrir.